Hægt verður að rekja hverjir raunverulega eiga íslensk fyrirtæki verði 3 frumvörp efnahags- og viðskiptaráðherra að lögum. Skúffufyrirtæki í skattaparadísum verða sett út í kuldann. Þrenn ný lög í smíðum fjármálamarkaðinn og viðskiptalífið. Hægt verður að rekja hverjir raunverulega eiga íslensk fyrirtæki verði lögin samþykkt, segir efnahags- og viðskiptaráðherra. Skúffufyrirtæki í skattaparadísum verða þá ekki lengur helstu eigendur skráðra fyrirtækja í Kauphöllinni. Strax eftir hrun fór af stað mikil umræða ábyrgð fyrrum eigenda bankana og hinna svokölluðu útrásavíkinga. Þá hafði formaður Vinstri grænna, núverandi fjármálaráðherra, sterka skoðun á málinu. Það sem hefði auðvitað átt að gera tafarlaust var að frysta öll verðmæti þannig að það gengi nú ekki meira undan þjóðinni en þegar er orðið. Steingrímur hefur nú verið fjármálaráðherra í rúmt ár í ríkisstjórn VG og Samfylkingar en frystikistan enn nánast tóm. Fyrir hrun var alltaf helmingur hlutafjár í stærstu fyrirtækjum landsins í höndum erlendra skúffufyrirtækja í Hollandi, Luxemborg og í skattaparadísum eins og Tortóla. Flest voru þegar grannt var skoðað í eigu íslenskra auðmanna. Markaðurinn Viðskiptablað Fréttablaðsins flutt af þessu margar fréttir á sínum tíma og eins var sagt frá því í fréttum sjónvarpsins. Og sá sem var einna duglegastur við að vekja athygli á þessu var Indriði H. Þorláksson en hann er nú aðstoðarmaður fjármálaráðherra. 40% alls hlutafjár í íslensku Kauphöllinni var erlent fé. Samkvæmt fréttstöðvar 2 frá í fyrra voru þá 400 slík félög til skoðunar hjá ríkisskattstjóra, þar 250 sem gömlu bankarnir stofnuðu. Hvorki Kauphöllinni Arion banki hafa gripið til eða upphugsað aðferðir til að koma í veg fyrir að þessi saga endurtaki sig, til að mynda nú þegar selja á verslunarstórveldið Haga á opnum markaði. Nú eru hins vegar í smíðum þrenn ný lög fjármálamarkaðinn og viðskiptalífið sem tryggja eiga gegnsæi og heiðarleika. Það er kannski sjálfur sér ekki eðlilegt eða æskilegt að koma alveg í veg fyrir erlend eignarhald, en það á allavega að vera hægt að rekja hver er raunverulegur eigandi, þannig að það sé ekki bara einhvert skúffufélag sem að einhver lögfræðingur eða endurskoðandi svarar fyrir og vill engu svara. En ég held að það sjáu allir að við ætlum ekki að bjóða upp í sama dans og áður þar sem að menn gátu, kannski í skjóli ekkert mjög mikils fjár í upphafi, ná tökum á stórum fyrirtækjum og farið mjög illa með þau.